Sæl öll, ég býð ykkur velkomin á 7. viðburðinn í fyrirlestrarröð Landgræðslunnar sem ber heitið Rauðar viðvaranir, grænar lausnir, landið, loftslagið og lífbreytileikinn. Ég heiti Katrín Valstóttir og er sérfræðingur hjá Landgræðslunni og ég mun stýra þessum viðburði og í dag mun Leone Tinganelli halda erindi sem hann nefnir Samtal losunarbókhald Íslands, hvernig skráum við losun frá landi. Og í lok erindisins verður tími fyrir spurningar og ég vil biðja ykkur að skrifa spurningarna sem brenna á þar sem stendur Q&A þarna fyrir neðan og viðburðinum lýkur ekki seinna en klukkan 4 og þá er okkur ekkert að vanbúnaði og ég gef þér hér með orðið, Leone. Gjörðu svo vel. Takk fyrir. Ja, góðan daginn. Leone Tinganelli heiti ég. Ég vinn í loftslagsbókhaldi LULUCF hjá Landgræðslunni. Í þessari kynningu mun ég sýna ykkur LULUCF landflokkana og hvernig þeim er skipt í undirflokka, hvernig losunin skiptist á milli undirflokka og svo framvegis. Hins vegar verður ekki fjallað flokkinn skóglendi, Forestland, í þessari kynningu, þar sem ég vinn ekki með þann flokk. Skógræktinni gegnir því hlutverk. Á þessari glæru langum ég að sýna ykkur hvernig LULUCF geiranum er skipt í flokka og undirflokka. LULUCF stendur fyrir Land Use, Land Use Change and Forestry og á íslensku þýðir þetta landnotkun, breytt landnotkun og skógrækt. LULUCF gerum er skipt í 6 meginlandflokka, forestland, cropland, grassland, wetlands, settlements og otherland. Öllum landflokkum er skipt upp í land sem eftir er í viðkomandi flokki og landi sem hefur breyst í annan flokk. Og svo er þeim skipt í enn ítarlegri undirflokka. En af hverju eru svona marga undirflokkar? Þetta er gert til að gefa okkur möguleika að reikna út hlutfallslega losunarbindingu í samræmi við gerð og afstandi jarðvegs. Til að fá það sem ég sýndi ykkur á glærinu hér á undan, þurfum við að byrja á þessu, IGLUD. IGLUD stendur fyrir Icelandic Geographic Land Use Database. Til þess að skilgreina flatarmáls hvers landflokks og undirflokka þeirra notum við IGLUD gagnagrunns kortið. Kortið sýnir hvernig það lítur út. IGLUD kortið samanstendur af 99 flokkum. 69 flokkar úr vistgerðarflokkun og náttúrufræði stofnunar Íslands, nýjasta útgáfa. Hinir flokkarnir 30 eru frá Landgræðslunni, skógræktinni, atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti, Landsvirkjun, Þjóðskrá, Landmælingum Ísland og Landbúnaðarháskóla Íslands. Þessi glæri sýnir ykkur hvernig IGLUD er táknað í flokknum og tölum. Þetta er kallað mosaík. Í mosaík fara landflokkar sem hafa engan eða lítið breytileika á svæðinu hefst í hierarki. En landflokkarnir sem eru með meiri breytileika ráðast niður í töflunum. Til dæmis eru uppistöðulón með óbreytileika svæði, þess að flatarmál er óbreytt, og af því hierarki 1. Þar á eftir koma til dæmis jöklar sem breytast lítið og svo framvegis. Þessi gögn eru síðan lögð saman fyrir hver undirflokk. Út frá þessu er alla tímaraðir uppfærðar til nýrra svæða. Breytingar á kolefnisbirgðum, carbon stock changes, eru greindar í samræmi við áfólu sem er agriculture, forestry and other land use, 2006 IPCC guidelines og 2013 supplement the 2006 IPCC guidelines.
Þetta þýðir að allir útreikningar sem gerðir eru til að áætla flatarmál, losun og binding verða fylgja reglum sem settar eru í þessa leiðbeiningum. Þessi gildi eru síðan skoðuð af sérfræðingahópur hjá United Nations Framework Convention on Climate Change. Þetta súluríti sýna hlutfall og aukning og minnkun í losun og binding landflokka milli áranna 1990 til 2020. Grassland með mestu losunina og einu landflokkurinn sem eykur losun. Það má skýra með því að við framræslu votlendis færist það land í breytingaflokk innan grassland, sem framræsland, sem hefur verið breytt í grassland. Eftir 20 ár að óbreyttu breytist þessi landflokk yfir í grassland, remaining grassland. Umbreytingin úr votlendi yfir í grasslandi tekur því 20 ár. Við þetta verður losun frá grassland meiri en binding því votlendið sem byrja að losa við framræslu nú komin undir grassland. Á þessari glæru sýnt hvernig losun og binding skiptist á milli LULUCF landflokka árið 2020. Eins og alltaf losar grassland mest. Eins og ég sýndi áðan, má rekja skýringuna til þess að við framræslu votlendis færist það land í breytingaflokki inn í grassland, sem framræst land sem hefur verið breytt í grasslandi. Þar á eftir kemur flokkurinn cropland og wetlands. Hins vegar velta margir því fyrir sér hvers vegna wetlands hefur svo mikla losun það í raun að hjálpa okkur að binda CO2 úr andrúmsloftinu. Ég mun útskýra þetta þegar ég tala wetlands. Losun frá LULUCF gerunum byggist á eftirfarandi þremur tegundur gróðurhúsalofttegundar: koldíoxíð, metan og láturgas. Það þarf að taka fram að losun þess láturgas sem kemur frá framræstu lífrænu jarðvegi sem flokkast undir í grassland og cropland fellur undir landbúnaðargeirann en ekki undir LULUCF geirann síðan 2020. Cropland. Heildarflatarmál croplandsflokks 145.199 hektara eða 1.452 per kilometra, sem jafngildir 1,4% af flatarmáli Íslands. Eins og ég hef útskýrt eru allir landflokkar skráðir sem land remaining land og land converted to another land category. Í 2020 skilum, cropland remaining cropland var greind sem slík án undirflokka. Í 2021 skilum ákveðum við að búa til 2 undirflokka fyrir cropland remaining cropland. Það cropland aktív og cropland inaktív. Þetta var gert vegna þess að á næstu árum getum við rekna út mismunandi losun og bindingu þegar við höfum betri og raunverulega gögn breytingar á kolefnisbyrðum þessa jarðvegs sem hefur ólíka ferla þegar þeir eru í notkun og þegar þeir eru í hvíld. Til vinstri losun þessara 3 gróðurhúsalofttegundar í CO2 ígildum í kílóum tonna. Til hægri sést hlutfall þessara 3 gróðurhúsalofttegundar sem losna úr cropland. Losun koltvísýrings ríkjandi. Grafi sem mest í miðjunni sýna þróun nettolosunar í cropland frá 1990 til 2020.
Hér má sjá hvernig skipting CO2 losunar undir flokkar í kroppland. Kropplandatíð losar mest, þá eftir kemur kroppland ignatíð. Í töflunni, hérna, Net Carbon Stock Change Factor in Soils per area for 2020, sjáum við stuðla sem notaði eru til að reikna út breytingum á kolefnisforða í jarðveg í kroppland. Varðandi dálki, hérna factor type, CS stendur fyrir Country Specific losunarstöðu, sem reiknaður með innlendum gögnum og IPCC sjálfgefnu stöðlum. D þýðir default sjálfgefin stöðu frá 2006 IPCC leiðbeiningu eða 2013 supplementi við 2006 IPCC guidelines. Dálkurinn TIRS tilgreinir í þessu tilfelli aðferðina sem notað til að reikna út losunarstöðla. Tier 1 nálgun notar IPCC sjálfgefnar aðferðir. Tier 2 nálgun gerir kleift að nota landsértæk gögn. Notar sjálfgefnir jöfnur sem gefnar eru fyrir báði steinefni og lífræn jarðveg. Tier 3 nálgun felur í sér þróun háþróað matskerfis sem fangar betur árlegan breytilega í kolefnisbyrgjum. Framreikningar fyrir kroppland eru byggðar á gögnum frá 1990 til 2020. Samkvæmt útreikningu búist við að árin 2040 muni kroppland draga úr losun 1% miðað við 1990 og 0,4% miðað við árin 2020. Við erum að koma í grassland. Heildarflatarmál grasslandsflokks 5.892.210 hektarar eða 58.922 ferkilometra, sem jafngildir 58% að flatarmáli Íslands. Þið sjá hér að undir flokkarnir fyrir grassland, rimeni grassland og land converted to grassland eru ansi margir. Þetta gert til að gefa okkur möguleika til að reikna út hlutfallslega losunarbinding í samræmi við gert og afsendu jarðvegs. Þessar tvær myndir sýna vel hver erfitt að greina mismunandi eiginleika þessara jarðvegstegundar. Á síðast ári ákveðum við að skipta undir flokki Oder-Grassland sem var í grassland, rimeni grassland, niður í grazing areas og grassland without grazing. Þetta var gert á sömu ástæðum sem og ég útskýrði áður í tilviki kroppland, rimeni kroppland. Þetta var gert vegna þess að á næstu árum getum við reikna út mismunandi losun og bindingu þegar við höfum betri og raunverulega gögn breytingar og á kolefnisbyrgjum þessa jarðvegs. Gögn hvað gerist jarðveginn þar sem beit fer fram og þar sem beit fer ekki fram. Við höfum einnig bætt við öðrum undirflokki, grazing areas on Oderland. Þetta var gert vegna þess að í ljós kom að fé var farið að vera í sumum svæðum Oderlands sem talið var að hefðu verið laus við beit. Samkvæmt 9. kafla Oderland í 2006 IPCC leiðbeiningu greint frá því að þessi landflokkur verði oft ekki fyrir áhrifum á mannum og í því tilviki eru breytingar á kolefnisbyrgjum og losun ekki metin. Þannig var spurningamerkjum hvernig ætti að skrá þessi Oderlandsvæði í loftslagsbókhaldi okkar núna þegar við veitum að það beitt. Í loftslagsbókhaldi okkar vissgerðir
sem hafa 20% lágmark æðaplöntur þekju greindar eins og grassland. Á meðan vistgerðir sem með minna en 20% æðaplöntur þekju eru greindar eins og óðerland. Þess vegna var spurning hvað ætti að gera við þessa svæði, sem sagt óðerland sem beitt fer fram. Við ráðfærðum okkur við sérfræðingar hjá Joint Research Center of the European Commission sem ráðlögðu okkur að færa þessi beitasvæði sem voru undir óðerland í grassland. Ok, hér ég að sýna ykkur, eftir vinstri losun þegar þessara 3 gróðurhúsalofttegundar í CO2 ígildum í kílóum tonna. Til hægri sést hlutfall þessara 3 gróðurhúsalofttegunda sem losna úr grasslandi. Og við sjáum alveg að losun koltvísýring ríkjandi. Grafið sem næst í miðjunni sýna þróun og nettolosunar og grassland frá 1990 til 2020. Hér má sjá hvernig skipting af CO2 losun á milli undirflokka í grassland. Wetland draining for more than 20 years undirflokkur sem losar mest. Þá eftir wetlands converted to grassland. Í töflunni hér getum við sér stúdla sem notaðir eru til að reikna út breytingum á kolefnisforða í jarðvegs í grassland. Framreikningar eru byggðar á gögnum frá 1990 til 2020. Á því tímabili var meðal annað lögð aukin áhersla á aukna kolefnisbinding með uppgræðslu í samræmi við Climate Action Plan frá 2020. Notaðir markmiði sem tilgreind í stefnu ríkisaðila A-hluta, þar sem stefnir að 12.200 hektara aukningu fyrir landgræðslu árið 2023. Samkvæmt útreikningum búist við að árið 2040 muni Grassland auka losun 7% miðað við 1990, en í raun lækkun losun 0,1% miðað við 2020. Við komum í wetlands. Heildarflatarmál wetlands flokks 897.250 hektarar, sem jafngildir 9% á flatarmáli Íslands. Þið sjá hér að undirflokkanir fyrir wetlands remaining wetlands og land convert to wetlands. Wetlands einnig skipti niður í marga undirflokka. Þetta á sama aðstöðu sem þegar hefur verið útskýrt hér á ofan í tilviki grassland. Það að gefa okkur möguleika að regna út hlutfallslega losunarbinding í samræmi við gert og afstandi jarðvegs. Þessar 2 myndir hér sýna hver erfitt að greina mismunandi eiginleika þessa jarðvegstegundar. Eins og áður hefst til vinstri losun þessa 3 gróðurhúsalofttegundar í CO2 ígildum í kílóum tonna. Hefst til hægri sést hlutfall þegar þessara 3 gróðurhúsalofttegunda sem losna úr wetlands. En við sjáum hér að losun metangas ríkjandi. Grafið sem næst í miðjunni sýnir þróun og nettolosana í wetlands frá 1990 til 2020. Svo maður veltir fyrir sér hvers vegna votlendi heilt losa meira en það bindur. Við skulum aðeins að kíkja í töfluna sem næst til hægri. Í fyrsta dálk sýnd kilotonn af þeim gastegundur sem wetlands að losa eða binda. Í öðrum dálki sýnd global warming potential, sem sagt mögulega náttræn línu, og í þriðja dálki öllum gildum útbreitt í CO2 í gildum. Þegar þessa gildi lögð saman, niðurstöð sú að þessi flokkur losa meira en hann bindur, þá að segja nettolosun í pluss ekki mínus.
Athugið að mesta losun frá metani. Þessa metanlosun kemur frá flokkun ósnortnar-mýrar. Þetta kannski ekkert nýtt í sjálfu sér, en við viljum samt frekar hafa metanlosun en koltvísýringslosun. Þótt metangas sé öflugra en koltvísýring, hefur það dvalartíma í sirka 12 ár í andrúmslofti, en koltvísýring aftur á móti hefur dvalartíma í andrúmslofti í 1000 ár. Hér má sjá mismun af CO2-losun undir flokka wetlands. Grassland converted to flooded land, medium soil organic carbon to reservoirs, undir flokkan sem losar mest. Í raun CO2-losun mest frá land converted to flooded land, reservoirs. Sem sagt, þetta bara 10 kilotonn CO2 í 2020, sem ekkert miðað við það sem votlendi í raun og veru bindur úr andrúmslofti, eða 1058 kilotonna CO2. Í töflunni hér, við sjáum aftur stuðlar sem notaðir til að rekna út breytingu á kolefnisfordægi jarðvegs í votlendi. Framreikningar byggðar á gögnum frá 1990 til 2020. Á því tímabil var meðal annað lögð aukin áhersla á aukna kolefnisbinding með endurheimtu votlendis í samræmi við Climate Action Plan 2020. Notaðir markmið sem tilgreind í stefnu ríkisaðila halúta, þar sem stefnir 610 hektarar fyrir endurheimtu votlendis árið 2023. Samkvæmt útreikningar búist við að árið 2040 munu wetlands minnka losun 0,4% miðað við 2020 og 4% miðað við 1990. Heildarflatarmál settlementsflokks 41.220 hektara sem jafngildir 0,4% af flatarmáli Ísland. Remaining settlement hefur engan undirflokk. Samkvæmt leiðbeininga IPCC frá 2006 allt land sem tilheyrir þéttbýlismyndun, hvort sem að ræða opinbert land, einkaland eða annað, flokkað sem settlements. Hins vegar í ígluð sem gagnagrunur LULUCF loftslagsbókhald Íslands, þetta útfært þannig að þéttbýlisstaður þar sem samfellt byggt svæði með á lágmarki 200 íbúa og hefur skýrt gatnakerfi, sérstak heiti þéttbýlis og að hámarki 200 metra bíl milli húsa. En það þýðir að Kirkjubæjarklaustri telst ekki þéttbýli þar sem íbúa hefur fækkað mikið og nú tæplega 200. Ég aftur sýnt losun þessar 3 gróðurhúsalofttegunda CO2-gildum, heftilegri sérslutfall þessar 3 gróðurhúsalofttegundar sem losnar úr settlement. Líka hér náttúrulega losun koltvísýring ríkjandi. Undir þessi landflokk metangas eingöngu metið vegna brennslu lífmassa í gróðureldum, ef einhver Grafið næst í miðjunni sýnir þróun nettólosunar og í settlement frá 1990 til 2020. Skyndileg lækkun í losun sem sést vegna þess að hekturum lands converted to settlements fækkar skyndilega eftir 2009 sem gæti tengst fjármálakreppunum það ár. Losun í byggt eingöngu byggt á grundvelli landsvæða sem flutt í þennan undirflokk. Það lands converted to settlements. Hér má sjá hvernig losun CO2 skiptist
á milli undirflokka settlements. Grassland converted to settlements undirflokkan sem losar mest. Þetta tengist mest tapi á lífmassireynsum til að búa til svæði til að byggja á. Í töflunni hér sést stuðla sem notað til að reikna breytingar í kolefnisforða í jarðveg, í settlement. Framreikni byggta aftur á gögnum frá 1990 til 2020 og samkvæmt útreikni búist við að árið 2040 muni settlements lækka losun 83,5% miðað við 1990 og 5,9% miðað við 2020. Við erum komið á Óðerland. Heildarflatarmál Óðerlandsflokks 3.118.730 hektara, 31.187 ferkilometra, sem jafngildir 30% af flatarmál Íslands. Engin losun frá Óðerland. Óðerland skipti sig Óðerland remaining Óðerland og land converted to Óðerland. Þó að land converted to Óðerland skiptist í 5 undirflokkar, breytast engin landflokkar í raun í Óðerland. Þetta bara skráning í kerfinu. Landnýting, breyting á landnýting og skógrækt, LULUCF, hefur stórt hlutverk varðandi loftslagsmál og ber okkur í dag að fylgja reglugerð ESB 2018/841. Hingað til hefur verið stefna því að LULUCF-hlutin sé hlutlaust varðandi losun og binding, svokallaður no debit rule. Þrátt fyrir að gerðar séu umtalsverðar kröfur samdrátt sem gerðar eru í öðrum flokkum loftslagsbókhald, að öll landnýting verði sjálfbær, verðum líffræðilegrar fjölbreytni, verðum lands. En samkvæmt breytingum á reglugerð gert ráð fyrir að LULUCF-flokkurinn miðið ekki lengur við loftslagshlutleysi, heldur að til lands verði gerðar sömu kröfur en samdrátt og til annarra flokka. Í dag stefnt að 55% samdrætti í staði fyrir 40% samdrátt. Það ljóst að verulega breyttar kröfur verður að gera til landnýtingar í framtíðinni. Ef þetta gerist, þurfum við að bregðast við með harðari og hraðari aðgerðum. En hvað getum við gert núna strax? Þetta kort sýnir öll svæði þar sem skurður eru gerðir til að framræst jarðvegi. Samkvæmt síðasta mælingum hafa 32.317 km af skurðum verið grafnir í lífrænan jarðvegi hér á Íslandi. Þetta kort sýnir svæðin þar sem framræstur jarðvegur Við höfum séð að Grassland sá flokkur sem hefur mest losun allar LULUCF-geirans. Og við höfum líka séð að mesta losun frá Grassland vegna flokksins, wetland drained for more than 20 years. Að mínu mati getur endurheimt þessa ónotaða lífræna jarðvegs eins og til dæmis undirflokkar, eins og ég sagði áðan, wetland drained for more than 20 years. Dregið verulega úr losun CO2 frá LULUCF-geiranum á mjög skömmum tíma. Það vegna þess að endurheimta þessar votlendiskerfa í upprunalegt ástand mun tryggja að losun stöðvast nánast sama stund. Takk fyrir. Róbert, kærar þakkir fyrir þetta, Leóni. Mjög flottur og upplýsandi fyrirlestur. En nú að gera að senda inn spurningar inn á Q&A. Ég sé að það komin ein spurning.
hvernig mun Croplands ná að draga úr losun 0,4% miðað við árið 2020 fyrir 2040? Já. Heldur sé að tala hana. Já, í raun og veru það sem sést í Cropland varðandi minnkun og losun ekkert annað að að land frá Cropland sem að fara yfir í grassland. Cropland konvertið til grassland sem alltaf á ári sem fara yfir í þetta landflokk. En það vegna þess sem í raun og veru losun og minnkun í Cropland. Þetta mest stærsti atriði. Og það þá svolítið eins og með grassland að Nei, það sem að gerast núna þetta svæði sem sagt Cropland konvertur landi þannig að losunum minnkar í Cropland og eykist í grassland. Já, en eins og að þú horfir á grassland og votlendi, að þú ert að endurheimta votlendið að þar sem eru að framræsa skurði og þú svo endurheimta, myndir þá mögulega sjá minnkun í raun þar sem grassland að draga úr losun út í að það búið að færast yfir aftur í votlendið. Já, í raun og veru, en í raun og veru það tekur alltaf samkvæmt IPCC 2006 guidelines, það tekur alltaf svona 20 ár til að í raun og veru landi breytast landi kemur í jöfn eins og átt að vera í votlendi. Þess vegna í raun og veru teknilega það sem gerist í loftslagsbókhald, þú ert að færa eitt land yfir annað flokku og tekur yfirleitt svona 20 ár. En náttúrulega í sjálfu sér gerist sem þegar þú ert að búin að fylla skurðir, losun átt að stoppa strax, í raun og veru, CO2 losun. Hérna séð komnar tvær spurningar. Hérna spyr einhver, getur Ljóni skerpt á skiptingu votlendis í wetlands og grasslands og þá hvernig 20 árin spiluðu þar inn í? Þannig að tíni jarðvegur búin að rannsaka það að í meðaltal tekur 20 ár fyrir einhver jarðvegur til að koma í annað ástandi. Þannig að ef þetta í dag grassland til að vera aftur votlendi tekur svona í raun og veru 20 ár. Ef þetta votlendi til að fara yfir í grassland tekur svona í kringum 20 ár fyrir jarðvegur til að jafna sig og koma í equilibrium, það kallað. Þannig að þegar komið þetta equilibrium verður annarkort grassland, remain í grassland, eða bara wetlands, remain í wetlands. Þess vegna á meðan að þetta process 20 ár, það þetta landkategóri komið undir converted to another landflokk, eða landkategóri. Ég veit ekki hvort nóg skýrt hjá mér. Ég held það. Og Jóhann Þórarinsson spyr hérna, nú tekur votlendi sem framræst 20 ár að verða grassland, en hvað tekur langan tíma að færa framræst votlendi yfir í votlendi? Sko, ég treka það, í raun og veru það sem stendur á IPCC leiðbeiningum sama tíma til að fara frá grassland til votlendi. En það sem ég var að segja áðan, í raun og veru þetta stoppa strax þetta losun, að í raun og veru við veitum alveg að þegar þú ert búin að stoppa, þegar eru búin að fylla þessa skurðir, og vatnsrennsli kemur á sama ástandi sem var í áður en þetta skurður voru gert. Í raun og veru það verður ekki lengur CO2 losun frá þessa jarðvegi. En samkvæmt IPCC, þess að leiðbeiningum jarðvegur til að jafna sér og verður aftur alveg votlendi tekur í raun og veru 20 ár. En ég búin að tala við sérfræðingur sem vinna með votlendi og þeir að tala í raun og veru gæti verið 1-2 ár. Þetta einhvað sem þarf í raun og veru setna að tala við þessa
expert review teams sem eru að vinna fyrir United Nations og athuga hvort það sé möguleika fyrir okkur að skrá þetta equilibrium frá grasslandi til votlandi aftur í styttran tíma frekar en 20 ár. Ef það löglegt, við gætum alveg hugsanlega gera það. Þá kemur næst spurningu sem svolítið í framhaldi kannski. Það varðandi votlendi á 20 árin. Hvenær verður breyting þá í sjálfu bókhaldinu? Það eftir 20 ár. Nei, viltu segja aftur þetta spurning? Varðandi votlendi á 20 árin, hvenær verður breytingin þá í sjálfu bókhaldinu? Hvenær mun það koma fram í bókhaldinu? Já, ef ég að færa 100 hektari núna í ár til frá Grassland til Kroppland eftir 20 ár, það sem sagt þetta 100 hektara frá Grassland til til wetlands komið undir í flokku sem heitir Grassland converted to wetlands. En til að verða alveg remaining wetlands, það tekur 20 ár. Já. Þess vegna það komið inn í landkategóri wetlands, en til að vera alveg remaining wetlands tekur 20 ár. Á meðan bara land sem að breytast í wetlands. Já, þannig að svona miðjast í það. En þá kemur önnur spurningum. Veist þú hvort að eitthvað annað land notar UNES-fiskreiðaflokkunina sem svona grunn fyrir landflokka? Nei, ég ekki viss um það. Nei. Ég get ekki svarað þetta. Nei. Jóhann Thorstensen segir takk, gott svar. Já. Og það ekki fleiri spurningar eins og en þá langar mig aðeins að forvitnast. Hvernig lítur svona okkar losun út í samanburði við til dæmis svo önnur Norðurlönd? Sko, ef við berum saman losun okkar til dæmis frá flokki Kroppland við önnur skandinavísku lönd, sjáum við að þessi flokkur alltaf uppspretta losunar. Það má segja sama hina varðandi í Grassland. Það yfirleitt uppspretta losunar, en það ekki svo mikið eins og hér á Ísland. Nei. En hvað eitthvað ákveð sem útskýrir þann mun? Það jarðvegskerfið? Já, í raun og veru það sem ég var að segja á það. Hér á Íslandi við erum með þetta stóra svæði þetta votlendis sem framræstu votlendis sem að koma inn í þetta Grassland landflokk. Þess vegna það það sem ég veit ekki hvernig virka á öðru land. Ég get að segja þér að það til dæmis Noreg hefur Grassland hefur smá bindingi þarna, en yfirleitt bara í nettolósun í pluss ekki mínus. Og þetta fyrir allar nordiska Norðurland. En það ekki svo mikið eins og hér í okkur, en samkvæmt okkar útreikningum stöðlun sem við notum sem sagt aðalvandamál okkur þetta þessar svæði, svona framræst votlendis sem núna komin inn í Grassland. Flott. Það bættist við önnur spurning. Hvaða gögn vantar inn í bókhaldið þannig að við séum sátt við heildarmyndina? Það náttúrulega vantar svo að rannsaka betra ýmislegt, rannsaka betra hvernig til dæmis þessar framræst votlendi í raun og veru hvað losa þeir mikið í raun og veru. Við erum að nota eins og svona default stöðlar sem sem sagt notaði fyrir boreal svæði sem eins og Finnland, en okkar jarðvegur hér mest eldfjall jarðvegur, þess vegna það lítur að vera mismunur, en það þarf að rannsaka þetta mjög vel, og að því að nauðsynlegt að hafa skýrt mynd hvernig þetta Þess vegna á meðan við erum að fara að vinna í þetta, en á meðan við verðum því niður nota sama stöðla sem við erum búin að nota núna undanfarin ár.
Og þess vegna til að lækka losun, til dæmis að fara á Grænland, eina möguleika gæti verið að finna nýja stöðlur sem lægri en það sem við erum að nota núna og en gæti í raun og veru minnka þessa losun sem við sjáum svona hátt hér hjá okkur í Grænland til dæmis. Gott svar. Og enn og aftur takk kærlega Leone fyrir frábæran fyrirlestur og frábær svör. Takk sömuleiðis, það var mjög gaman. Já, gaman. Hæðislegt, takk kærlega. Já, Takk.